Sigfúskallarann, við erum Improv Ísland og við ætlum að spinna fyrir ykkur sýningu hér í kvöld með litlu hléi inn á milli, en sem meiri spunni eftir það. Má ég heyra hverjir hafa komið áður með litlu klappi? Og má ég heyra hverjir hafa ekki komið með minna klappi? Æði, fyrir þá sem hafa ekki komið, þá erum við spunaleikhópurinn Improv Ísland. Þetta er sýning númer 241. Mjög góð tala. Þetta er ein af uppáhaldssýningunum okkar, held ég. Það sem við erum bara að gera mun aldrei gerast aftur og þetta er að gerast í fyrsta sinn og eina sinn og við erum bara að spinna hérna sýninguna fyrir ykkur. Og já, hún mun aldrei endurtaka sig. Við búum til allt til á staðnum. En hvernig við gerum það er að til dæmis núna ætlum við að fá monologista upp á svið sem er opinber persóna sem kemur hingað og segir einhverja sögu úr sínu lífi. Sagan þarf ekki að vera fyndin eða tilbúningur, hún er sönn hins vegar. En hvernig velur þessi monologisti, þessi óbreytti borgari, opinbera persóna, söguna? Jú, hún fær orð frá ykkur. Þannig að þið segið eitthvað orð, eins og Coca-Cola, og þá hugsaður opinbera persóna. Ég ætla að segja eitthvað sem minnir mig á Coca-Cola. Og bara bullar einhverja sögu sem er sönn, en svona, og sem úr þeirri sögu, þá búum við til sýningar. Það er ógeðslega flókið við útskýrir það, en þetta er það sem er að fara að gerast. En það sem við Íslendingar eigum stundum erfitt með, það er að öskra yfir hóp af fólki. Þannig að við ætlum að æfa okkur áður en að við gerum opinberu persónunni orð. Þá ætlum við að byrja það því að öskra á nafnið okkar. Allir öskra nafnið sitt, þetta er 3, 2, 1. Æðislegt, ok, mjög vel gert, Kári, náðu því nafni. Og við ætlum að öskra fyrstu 5 stafina í kennitölunum okkar, 3, 2, 1. 6 og 8. Ok, Kári er decibelbarn, mjög áhugavert. Og síðan ætlum við núna, síðasta sem við ætlum að æfa okkur á, áður en við segjum alvöru orðið, er að segja hverjum við erum í alvörunni skotin í. Bannað að svindla. 3, 2, 1. Og Kári er skotin í Cecilíu. Ok, æði, þetta ætlum við að gera. En við ætlum að fá opinbera persónu hérna upp á svið og það er engin annar en góðvinur Improv Ísland, verðum við að segja. Hann er að koma hérna held í 8. skipti. Hann er svo næs, hann er svo æðislegur. Hann er starfsmaður ríkisins. Hann er starfsmaður ríkisins, persóna. Hann er æði, hann er með stutt nafn, þannig að auðvitað að segja, hann heitir Króli, gefum við gott lag! Starfsmaður ríkisins! Takk fyrir að borga launin mín. Hæ, ég ætla að fá orð frá okkur. Þá með ég öskra eftir 3, 2, 1. Nei, ekki þetta. Handklæði, slippið. Já, ok, stopp, takk. Ég fekk handklæði, ég fekk kynfræðsla, úlpa, ok, geggja, ég get örgulega farið til þessu. Ég var í Raunvallaskóla í 10 ár, það var mjög gaman og ég átti góðan vinn þar sem heitir nema hann sé hérna, það væri fáránlegt, það væri gaman að sjá þig Bjartur Snær Imsland í fyrst skipti 10 ár. Það efa það og hann átti mjög slæman dag í 8. bekk þegar við byrjuðum í kynfræðslu vegna þess að mamma hans var hjúkka í skólanum. Það var ekki mikið svona, þetta var ekki mikill einelti skóli sko, það var bara svona mjög mikið af lúðum og við spilum mjög mikið af veiðimann í frímínútum en þennan dag fekk Bjartur Snær Imsland að finna fyrir því sko þegar mammans var að kenna kynfræðslu. Við vorum brjáluð, við fengum ekki að setja bann og smokk, það var eitthvað sem maður lærði að maður var að fara að gera. Mér ekki smokka á banana. Það var það! Hvernig segir þú hér? Ég held að maður ætti að segja banana á smokka. Og út af þessu vil ég vera pabbi, einmitt. Handklæði. Já, þangað til bara svona ég hitti fyrir það fannst mér ógeðslega leiðilegt að fara í sund. Mér alveg bara svona, ég hata það, mér finnst það ekkert skemmtilegt og þegar ég reyndi að útskýra, mögulega einhver sem tengir hérna, kannski er ég gjörsamlega kolgeðugur, en ástæðan fyrir því af hverju mér fannst ógeðslega leiðilegt að fara í sund var vegna þess að það er bara svo mikið vesen að fara úr fötunum
og blotna og reyna að þurrka sig og fara síðan aftur hálfblautur í fötinni og mér bara fannst það ekki þess virði og Hvernig ferð þú í sturtur? Ég stíg í sturtuna í fötunum þurrka sér, en það var ekki fyrir svona, sko málega ástæðan fyrir þessu bara því ég svo ótrúlega þrjóskur sko, ég held í grunnurinn að þessu sé bara að ég á mjög erfitt með að skipta skoðun og ég beiti þetta í mig því ég var svona 7 ára, það var bara eitthvað sundsökkar og ég hef bara ekkert skipt skoðun síðan nema fyrir 2 árum, batnandi mönnum og allt það sko. Og þetta ára líka við aðra hluti, líka bara svona hluti sem að kannski ég hélt að væru eðlilegir þegar ég var yngri og voru það síðan ekki, þú veist, ég var svona, ég hugsaði þetta á þegar einhver sagði Coca-Cola, bara ég hélt í alvörunni þangað til ég var svona 13 ára að það væri bara smá eðlilegt að mamma fengið sér sko Coke Light í morgunmat af því að mamma var bara kókisti og það var svona Coke Lightisti og ég held að það væri bara eitthvað svona, já, morgunverðardrykkur, Coke Light og þetta á líka við fleiri hluti þar sem bara svona heimurinn brotnar af því þú ert eitthvað, já, býtu, er þetta ekki svona heima hjá ykkur? Ég man þegar ég fór einhvern veginn fyrsta skipti að horfa fótboltaleik heima hjá vinum mínum sem var ekkert mikið, kom ekki mikið fótboltafjölskyldu og ég byrjaði að öskra á sjónvarpið eins og ég gert heima hjá mér og það var að horta á mig eins og ég bara væri gauð sem að fíla ekki að fara í sund eða eitthvað. Það var alveg mjög weird stemming sko. En ég ólst upp á elskulegu heimili í Hafnarfirðinum, ólst upp á Völlunum. Fólk vil meina að það sé ekki Hafnarfjörðurinn, það fólk má fokka sér. Og nú bý ég í Reykjavík, ég gaflar í fæðingarorlofi, var ég til að segja sko. Ég bý í Laugardalnum núna með unnustinu minni, ég er bara búið þar í 6 ár og það er ógeðslega næs. En ég bý beint á móti Ölver og við erum bara búið þarna í 2 mánuði, við vorum að kaupa nýtt place og ég er búinn að hringja lögregluna 2 svar. Og þetta er alveg bara svona, stundum sit ég bara út í glugga og horfi. Og ég er bara eitthvað, hvað er í gangi? Og þetta er aldrei eitthvað svona, þetta er aldrei eitthvað svona scary, þetta er bara svona skrítið scary. Það er kannski að slást, en það er ekki alveg að ná að hitta. Og þá er ég eitthvað, ég ætla bara að hringja í lögregluna. Nú daginn voru einmitt 2 menn og þeir voru bara svona að svinga og ég veit ekki hvort þeir hefðu bara svona fyrirfram ákveðið að reyna að kýla þess fast og gátu og hitta aldrei, en það tókst allavega. Þannig að þeir svona, og síðan voru þeir farnir að löggan kom, þannig að ég er orðinn svona Karen álfheimana. Já, og er bara svona frekar stoltur af því, sko. Skemmtilegt kvöld. Já. Sjaldan hitt svona sæta stelpu. Já. Við kannski fara alla leið. Ég veit ekki, já, kannski verður það bara svolítið skemmtilegt. Rétt með bananan. Fyrirgefðu? Rétt með bananan. Ok. Láta smokka inn á bananan. Og því kynfræðslega. Jú. Byrjum á því að nota smokk á banana. Ok, ég er orðinn mjög spenntur. Ok. Já, ég vil ekki gera án þess að nota smokk. Nei, auðvitað ekki. Nei, ég er ekki þannig. Það er ekki oddinn. Já. Ætlarðu að ríða mig með banananum? Ég er að ríða smokkur fyrir, ok? Já, en þú veist... Hvað? Þú fórst í kynfræðslu eða? Já. Þar var kona sem lét smokka banana og svo svona gerir maður þetta. Færðu aldrei að ríða inn og settir bananan á smokk. Það er alveg sem gera maður. Ég veit ekki, ég gerði það og hann trombaðist. Ég trú ekki að þér hafi tekist að prata mig á annar þeim. En nú er ég virkilega til í að vera ríðinn. Venjulega. Já, þú fórst
bara í fússi síðast. Já. Það var alveg búið. Nei, mér leist ekkert á þetta þá, en ég ákveði að gefa þér annan sens. En þú vilt fara alla leið í kvöld? Ég var að hugsa það, já. Ok, rétt með banan. Ha? Rétt með banan. Ok. Byrgjöðu? Banani á smokkinn! Come on! Sýnið þetta. Ekki smokkur á banana! Banani á smokkinn! Hver er munurinn á smokkabanan og banan og smokk? Banani á smokkinn! Og á smokkinn! Hún fór í fússi aftur. Þú setur smokkinn á banana! Ok. Já. Ok, ég trú ekki að þér hafi tekið þetta plata með henni í þriðaskipti. Það er bara svo mikill sjarmur þegar hún ekki í rúminu. En hei, í kvöld, eigum við bara alla leið. Ég var að hugsa það. Ok, réttu með smokkinn. Já, byrjar vel. Til í það. Ok. Býtu, ok. Akkur ertu með hennar banan? Þið rugglast þér, síðast er ekki banan og smokkin, nú er það að smokka banana, ok? Ég vil bara... Ég held ég að láta vil bara smokkinn líta. inn í bananan og þá... Já, þú ert ófrísk. Ég sagði þér að þú varst smokkinn utan að bananan, ok? Æðisleg svona morgunsólin, hún skín svona á mann. Ekki yrða á mig þegar ég er búin að fá kókið mitt, sko. Að tala að þegar þessi álöf... Heyju, Kristján! Nefn mér að klára kókið. Ég kom með svo mikið frákvörð í nótt. Ég fann það. Ég skalf öll og nötraði, ég held ég myndi ekki lifa þetta af. Ég fann það. Við svofum í sama rúmi, skilur við. Ég var að koma með öll svona svita, kaldan svita upp eftir öllu og fann að sjá einhverjar offsjónir. Ég var fann að sjá að það væri kviknað í Vífilfelli. Hei, þú veist, við erum búin að finna fundina Kókustar Anonymous, við getum... Hei, þetta er ekkert vandamál, ég þarf bara að fá mitt. Sælir hérna, þeirri mínu, það er búið að nokkað bara ræða þína frammistöðu hérna í vinnunni. Þú hefur verið svolítið að hérna hvæsa á viðskiptavini og við hjá Arion banka leggjum bara mikið í þjónustu lög. Ég er búin að segja það svona 6 sinnum við ykkur, það er alveg fáránlegt að það sé ekki ykkur kókvél hérna. Það er kókvél, það er sódavatnsvél og svo er ykkur helvítis kaffivél og hvað um okkur hinn? Þetta er bara heilsueflandi vinnustæður og... Ekki tala við mig fyrr en ég er búin að fá stjörnusnakki mitt. Verða að finna nokkrar stjörnur alveg bráðna á tungun á mér. Ég veit þetta ekki stærri. Hérna, númer 328. Ekki koma til mín. Númer er hérna fyrir ofan. Já, ég er akkurat í smá stjörnusnakk ásu, sko. Ef þú getur beðið smá. Já, ekkert má. Er allt í lagi hérna? Er allt í lagi? Herru, ég þarf aðstoð hérna á borði 5. Hvað segirðu, fallegi maður, hvað vantar þig? Ég ætla að fá að ræða við lífeyrissparnað. Já, það er náttúrulega nokkri kostir í boði. 3 mismunandi leiðir fyrir þið að fara. Já, ég var að hugsa hérna ævileið 1. Ég var búinn að vera að hugsa það. Já, hún er opaslega skynsamleg. Þá hérna, það er ég samt bara tilflýtt að maður fá kennitöluna en fyrir ég get ekki fyrir henni. Já. Ég funkar opaslega vel núna, finn ég. Já. Þá skamti mig. Já. Hérna ertu! Ég er búinn að vera að leita að þér. Þú ert hérna í portinu fyrir aftan krónuna og það bara, þú ert onni í gamnum. Já. Við erum búin að vera að bíða eftir þú komin heim. Já, hættu að öskra á mér en að klára hennar vondri í heilþátt. Mamma, komdu. Nei, mamma verður að klára að vita hvort að körfuboltastrákurinn byrja með stelpunni eða ekki. Já, við komum hérna inn á fundin.
Kókistar Anonymous. Fundurinn settur, við ætlum bara að deila okkar reynslusögum Ó, ég held ég ekki heima hér, ég bara svona almennt sjoppuleg kelling. Sæti og ekki vera hrætt þó að ég kannski mamma Magnúsar að ég být ekki. Heyrðu, í dag ætlum við að fara yfir svona framhald á kynfræðslunni í síðasta tíma og ég get sagt það að Magnús er allavega búinn að vera mjög imponeraður heima fyrir. Magnús, hættu. Ok. Magnús, þú varst búinn til að henni. Heyrðu. Já, Magnús, við nú almennt ekki mikið að fríða í skólanum, en ég held að þú fáið nú fyrir kattarni í næstu kringlandinu. Hvað er fyrir kattarni? Við ætlum að drepa þig. Hvað ætlið að drepa mig? Þetta er ekki einnig þitt skóli, þetta er morð. já, Ástín. Hvað er þetta fyrir að drepa mig? Þú verður að standa upp fyrir sjálfri þig. En við ætlum að fara yfir sem sagt getnaðarlimi og leggöng í dag. Og þetta var farið við marga getnaðarlimi. Allavegna 7 getnaðarlimi í dag. Og hérna, einn af þeim er einmitt úr fjölskyldunni hjá okkur Magnúsi. Hei, pabbiðinn er alveg módel. Við vissum þetta. Kennaði mjög þægilegt að fá að sjá 7 mismunandi getnaðarlimi í kynfræðslunni. Einmitt, og þeir eru allir venjulegir. Allir eðlilegir. Þessi hérna sérstaklega, þetta er pabbi Magnúsar. Og... Þú ert svo dauður, maður. Ok. Við ætlum að koma því fyrir kattarni. Við ætlum að drepa þig og þú mátt ekki vera með í veiðimann! Mamma, þú ert að kenna þeirri börn í kringum mig að hóta að drepa mig og þú ert ekki að gera neitt í því. Eins og var sagt áðan, þá er þetta morðskóli. En ekki einhelti. En ekki einheltisskóli. Já. Ok, þannig að þú ætla bara að gúddera þetta. Ég er ekki að gúddera það, en þú verður að læra að standa upp fyrir sjálfu þig. Ok. Ok, Já, þetta er ekki morðskóli. krakkar. Hei, það er ekki mér að kenna við hvað mamma mín vinnur. Ég valdi það ekki, sko. Þið geti ekki verið að drepa mig og eftir bara út af fjölskyldunni sem ég fæddist inn í. Jæja, krakkar. Það er náttúrulega búið að bera fyrir þér einna að það hafi nemandi verið myrtur. Og við tökum alvarlega á því í þessu skóla. Þetta er svona morðskóli. Það sé að við tökum alvarlega á morðmálum. Má ekki myrða í morðskólanum? Nei, þetta er svona, við lítum það mjög alvarlegum augum. Það er allt of mikið af morðum í grunnskólum. Og hver sem geti verið myrtur. Það er flott að hugsa það. Og það er svo sem er mesta heitjan er svo sem stoppar morð. Og segir, nei, ég ætla ekki að myrða einn það. Ég er bara svona... Geturðu sýnt okkur morð Olvíusar áætlunina þarna? Ég er með betur það. Ég er með gamlan morðingja sem hefur setið í fangelsi sem ætlar að koma að tala við það. Þetta er ekki kúl. Ég held einu svona að væri rosa kúl. Að stinga og skjóta og myrða. Það er ekki kúl, krakkar. Þið viljið ekki enda eins og ég. Já, þið kannski... Einhver finnst það ekki kúl þegar ég tala um að það er ekki að myrða. En þessi, hérna gamli morðingi... nætti barnana. Hvað morðingi, hvað ættu að gera í dag? Ég vinn í Krónunni. Bara ræði hillur og eitthvað. Þú vilt ekki eins og ég. Þú verður morðingi. Ég var einu svona myrða kannski 2, 3, 4 á dag. Hélt að væri rosa kúl. Það er það ekki. Eftir þessa litlu ræðu þá er ég sannarlega búinn að læra lektíu. Guðrún, komdu inn og sjáðu. Sjáðu hérna, horfðu út í gluggann. Sérðu hvað mennið þið fyrir framan alveg eru byrjaðir að gera núna? Sérðu þetta? Ég sé þetta. Já, þetta er hæðilegt.
Við viljum bara hringja lögregluna. Svo sannarlega. Þetta er samt eitthvað svo... Þeir eru samt ekki svona meira neitt, því þeir eru bara kíl út í loftið. Mér er alveg sama. Þegar við keyptum íbúð í Laugardalnum, þá bara var ég sannfærður að þetta væri fínt hverfi. Finnst þið þetta vera fínt? Finnst þið þetta fínt? Já sko, mér líður eins og þið sé bara, þú veist, að stunda líkamsrækt. Þetta er bara eins og uppbyggileg hreyfing. Engan geitunga í álfheimannum. Heyrðu þessi lætingur! Akkurat, slátt ekki svona, mér líður eins og sért alltaf að reyna að finna eitthvað að íbúði sem við kaupum. Þetta er bara ljómandi fín Þetta er ræðilegt. Já, sjáðu, nú að horfa inn gluggar hérna á okkur. Þeir eru að vinka, þeir eru að vinka. Oj, farið út, farið burt! Þið eru úti, farið burt! Magnús, þeir voru að heilsa okkur, þeir voru að veifa okkur svona blíðlega. Ekki í mínu hverfi! Sko, ég veit ekki... Það létið að heyra. Ég meina, já, ég veit ekki hvað ég má gera um svona óanaður hérna. Þetta er bara svona búið í hverfi. Já, það er eitthvað kominn. Já, Halló. Bára heiti ég og bý hérna fyrir neðan. Ég ætla bara að segja hvað rosalega gaman að fá svona út fólk í hús. Snauta þú heim og það belja þig! Snauta þú heim! Hvað kemur hérna óboðinn inn til mín? Þetta er kona, þetta er ekki innbrottssjómi, Markús. Hún er að koma hérna. Hver veit hvað hún er að taka? Hvað er að gera við þessa tösku? Hún er að tróðflýta töskuna og dótinu inn í hann. Það eru þessi kökur í tösku. Þetta er eldri kona, hún er kökur. Já, kökur með eitri kannski. Ég held að það séu glæpamenn. Já. Bara innflutningskjöð. Fyrirgefðu. Passaðu þig, þetta gæti verið sprengja. Snautaðu. Markús, leiður þetta að hringja og... Hringja í lögregluna? Já, takk. Nei, ég tóku til að fylgja henni, ég ætla að fylgja henni heim. Nei, takk. Bára er hrædd. Já, gott. Nú ertu örugg, Þú ert örugg hér. Ég leið mjög öruggri. Sko, þú heldur að þetta séu glæpamenn, það er ekkert mál. Bara getum við aðeins slaka á og bara... Æðilegt hverfi. Bara, bara fá mér smá snakk og bara horfa á mynd og bara, jésús. Ding dong. Já, góðan dag. Góðan dag, sorry, þetta er löng saman. En ég er að fara heim með stelpu í fjórða skiptið. Við erum bara að sofa saman. Eigið banana. Þetta er bara að gera því kvöld, skilur, eða eigið banana, skilur. Já, við eigum banana. Við eigum banana. Ég hitt hann á Ölver. Mér finnst ekki athugavert þetta. Þetta er allt mjög eðlilegt hér. Hversu vel og mynd að setja smokkinn á. Já, algjörlega. Ég lærði þetta af konu sem ég myrtist son hennar. Við ætlum að fá króla aftur um að vekja um okkar! Líf mitt í hnetusker. Það var eitt sem ég sá á sviðinu sem að ég fekk svona war flashbacks, það var í NAM 72 og það var þegar þessi testimonial-gaur kom. Hafið þið setið undir svona testimonial, þetta er fucking ótrúlegt sko. Ég rétt upp hönd, hver hefur mist bílprófið? Flott, like it. Það? Fórstu í ökunnýðingsskólan? Nei. Hvernig slappstu við það? Ég fór brosi og kynfræðslu. Með góðu brosi og kynfræðslu, like it. Hefur ykkur farið í ökunnýðingsskólan? Já. Já, þetta er fucking sturla dæmi vegna þess að ég mæti og ég satt, þegar maður er bara á bráðabaraskiptinu þá þarf maður bara 4 punkta til að, veit ég hverju ég er að fræða ykkur þetta, ég sest þetta niður, 18 ára, bara búinn að vera í bílprófi í ár, var mjög mikið að keyra með Jóa út á landi á þessum tíma og bara myndalgur íbúr og það er bara punktur og vesen og ég sest niður í fyrsta tíma og bara ég ætla að læra mínu leksíu og síðan áttar maður sig að því bara ég á ekki heima hér. Fyrsti tíminn allir segja sko brotin sín, hversu mikið þú skuldar, hversu lengi þú misti prófið og hversu há mánaðarlaunin þín eru og hlutfall, þú veist hversu marga mánuði þú þarf til að borga brotin, þetta er bara crazy shit sko. Og ég já, algjörlega. Ég sest niður fyrsta tíma bara ætla alveg að eisa þetta, þú veist bara eitthvað, einmitt eins og segja 18 ára og við erum svona 10 í UV, það er búið að rífa þessa byggingu, hún var á Kirkjusandi í Laugardalnum og
fyrsti gaurinn byrjar, það var bara, ég heiti, þú veist, Jonni eða eitthvað og já, ég keyrði fullur og já, amfetamíni og ég skulda 2,5 og ég er búinn að missa prófið að eilífu. Ég var eitthvað, fuck, síðan næsti bara, hæ, ég heiti Sirri, ég keyrði á 170 og 50 götu á Reyðarfirði og pabbi minn er lögregluvarðstjóri þar og ég var eitthvað, það var allt bara eitthvað krakkar á mínum aldri sem voru bara í skóla og það var allt bara eitthvað mánaðarlaunin mín eru engin og þú skuldar 2 milljónir þannig að þú þarft infinite mánuði til að borga þau og síðan kom að sko, mest crazy var sko bara eitthvað, það heiti Stebbi, ég er nýkomin út, ég var gripið með strókufáka í bílnum og ég var á spílti. Það var bara eitthvað, og allt þetta fólk mátti aldrei keyra aftur nema þú veist, ég síðan kom að mér og ég bara, halló, ég heiti Kristinn Óli. Ég gerði á 190 gutt og var gripinn á myndavél 4 sinnum. Ég skulda 70.000 kall og frábær maður sem hélt þetta námskeið, þetta var mjög effektíft sko, en hann eitthvað, já, og mánaðarlaunin þín eru, og ég eitthvað, hann eitthvað, já, það eru, ég eitthvað, ég endaði að segja það og hann eitthvað, já, og næsti, og þetta var bara svona crazy stuff og síðan alltaf var þetta allt bara eitthvað snýrist að ekki nota mjög hörð eiturlyf og keyra mjög hratt og ég lappaði þarna inn fyrir og var eitthvað, nei, ég er ekki í neinum áhættuhópi en þú veist, en á sama tíma virkar stundum svona hræðslufræðsla öfugt vegna þess að ég vissi ekki hvað sígarettur voru basically, ég er að ljúga, en þú veist, fyrir mig ég sá reyklu spekkur og þá var maður eitthvað, þetta er smá töff. Það var smá töff, reykti enginn í bekknum mínu fyrir, byrjaði ein stelpa að reykja eftir þetta, fengum ekki að einhvern 100 áskall í ferðastyrk eða eitthvað. Já, ég veit ekki, sko, þetta særði mig djúpt og síðan misti ég prófið aftur. Og ég þurfti að fara aftur í þetta. Þannig að þá hringdi ég gaurinn og var eitthvað, hæ, ég aftur, please, og hann bara, engar áhyggjur og strókaði niður. Þannig að vonandi er enginn frá sýslumanni þetta sem er að fara að lesa prófið. Ég komi með fullnaðarskírteini, punktalös í heilt ár, baby. En þegar ég var samt próflaus, þá er einhver lögga í það bæði. Væntanlega myndi ég fólk ekki segja það. Þá keyrði ég svona stundum próflaus, skilurðu, bara eitthvað hér og þar, átti bíl og það gerðist í tvík að ég var stoppaður. Ég var rétt fyrir þetta á stúdíu á mér og Jóa sem við vorum að leigja þá á þessum tíma í Reykjavík og löggan kemur og ég bara fokk og klukkan var svona 3 nótt á svona þriðjudegi og þú veist, einhver gaur með hettupeysu og með derhúfu bara eitthvað átó eitthvað annað en þú veist, ég skilur held ég, eða bara eitthvað, þú veist, það hringir einhverjum viðvörunarbjöllum og ég var stoppaður og það var alltaf þessi hérna. Hæ! Og í bæði skiptum var ég eitthvað, ég bara kom úr stúdíónu, var aðeins að skapa list, eitthvað. Og svörin voru í bæði skiptin þegar ég var stoppaður á sama meiði, það var alltaf bara eitthvað. Haltu áfram, gangiði vel. Og svo var ekki tjekka á skiptinni mitt sem að er gott, vegna þess að það var ekki til. Já, bara, þetta er búið að vera frábært date, sko. Já. Mér langar bara svolítið að þú veist að maður þegar maður ekki komið fullnaðarskírteini þá þarf maður bara 4 punktar, sko, til að vera missa prófið, sko. Ég veit ekki af hvernig ég er að segja þetta, en ég bara þurfa að koma því að þú veist, það er bara svolítið þannig, sko. Erum við ekki bara að tala um kannski í næsta date eða hvað við getum gert? Já, nei, ég vil langa, þú veist, bara já, þetta er bara 4 punktar. Bara, þú veist, þegar maður, punktarnir, ef þú fær 4 punktar og þú ert ekki komið fullnaðarskírteini. Ég bara veit þetta, þú veist, mér er svo gott að segja þér bara frá því og Ábóta teð, herra? Já, takk. Vissið, ef maður er að keyra á 190 götu og ég tekið myndamanni, þá er 1 punktur, sko. Það er nefnilega 1 punktur á skírteini. Ég bara vissi það, já, ég veit það. Hvað gerir það að vinna hérna? Já, ég bara segi henni, þetta er bara ganglegur hlutur að vita þegar maður, ég finnst bara svo mikilvægt, þú veist, að ég lendi í að missa prófið og svo kom mér þetta bara svo óvart, þannig ég kynnti mér þetta bara rosalega vel og það er svona 4 punktar, 1 punktur á að gefa 10 yfir. Hæ. Mér langar kannski að ræða, þú veist, við ætlum alltaf að hitta mömmu mín og pappa. Já. Næstu helgi. Já, ég verð búin að kynna mér þetta allt mikið betur þá. Þau
Þau eru náttúrulega löngu komið með alvöru ökuskírteini, þannig að það er miklu fleiri. Klimmið í hann kvöldverð. Já, þannig að þið eru búin að vera saman í smá tíma. Já, en það er nú ekki það sem skiptir öllu máli hér. Það sem er mikilvægara er, sem sagt, þegar maður er komið með þetta fullnaðarskírteini, þá er miklu fleiri punktar. Þannig þið með í rauninni fara áður með fara í ökuskólann, erum við 6 eða 8 punktar. Ég las þetta bara á... Já, ertu ökukennari? Nei, ég vinn í Vesturbæjarlauginni, en Þú er bara sópastlega. Já, ég er sópastlega vel að mér í þessu. Pabbi minn er yfirlögregluþjónn. Já. Þannig ég er ekki að segja þér eina fréttir. Æ. Þannig að þú ert svo sem komið með 4 í íþróttafíkun. Já. Það er svo töluvert eftir, það er bara spurning hvort við látum renna í baki. Já, ég myndi ekkert vera að spyrja hérna að mikið spurningum. Þessu besti bara að gerast. Mér finnst það bara áhugavert að því ég er með 4. Æ, og það er eins og... Þetta er smá óþægilegt, þetta er alls ekki svo mikið. Á skala með 4 til 6 punktar, það er nefnilega verða að fá 6 punktar. Það er auðvitað betra að þú gefur mænudeyfingu frá núna og kannski eitthvað hláturgas eða bara til að dreifa hugunum. Já, en það er alltaf þarna liggur munurinn. Þannig að ég kom með 6 júttir og þá er eins og svo kom með fullnaðarskírteini. Já, við erum stödd hér til að kveðja þennan mann. Kona hans hafði ætlað að segja nokkur orðum æðina. Já, til að lenda í ökunni í skóla þegar maður ekki komið fullnaðarskírteini er það 4 punktar. Hann Halldór minn náði því ekki, hann fekk fullnaðarskírteini og fekk aldrei punkta. Ég er nú gamall ekkjumaður, en þetta er nú mitt fyrsta stefnumót. En hérna, ég ætla nú bara að segja hvað mér finnst þetta fara ofboðslega vel af stað. Ofboðslega vel. Er það okkur meira te? Já. Ég kem oft hingað á stefnumót. Já. Maðurinn minn er líka dá. Má ég segja að mér finnst svo merkilegt með þetta af því að strætó hefur alltaf forgang þegar hann er að keyra. Það mér finnst svo merkilegt. Ég er ofta að hugsa um þetta. Og ég finnst svo sterka tengingu á milli okkar. Það er þarna límmiðin sem er í glugganum á strætó, það sem er grænn bogi og rauður inni. Já! Það þýðir stoppaðu. Og ef þú stoppar ekki, þá gætur þú fengið 4 punkta sem er. Þetta er ökunni í skólan. Við öll hérna, góðri ástæðu. Það eru nokkuð hlutir sem við þurfum að fara yfir hérna áður en við getum hafið námið. Svo, þú byrjar kannski, það er aldur. 12. Halldór, hérna, hvers vegna ertu hérna? Segðu okkur það. Ég var að... Sæþór, já, allt er að þú mátt gera það, þú mátt halda áfram. Já, ég var að borða mann. Ég er mann þetta. Gott, Halldór, aldur, 9. Og hvers vegna ert þú að taka aukunni í skólan? Ég var með að borða sama mannin. Við erum mannættur báðir. For life. Við erum mannættur dúó. Það er svo gott. Við plötum þá heim. Til okkar. Segir sem er í heita pottinn. Það er að sjóða þig heitt. Og svo setur það ekki heitt og það er alltaf meira og meira. Og fyrst þetta myndur kósi. Helviti heitur í okkur þetta pottinn. Þetta er þig ekki þóri eða? Við ætlum að koma til smá. Verður bara aðeins lengur. Það er að brenda mér á tánum sko. Er nokkuð verið að elda eitthvað hérna? Nei, ég er bara að mylja hérna smá.
Setti smá baðsúputeninga. Ég veist ekki hvað. Ótrúlega mikið af tómatum og gulrótum í þessum veitabóti hérna. Smá lárviðurlaug, kannski herra. Ókunni herra sem er komið með okkur í heita potinn. Já, ég held að við ætlum að vera þrjú saman hérna. Ég er að slefa með að sjá mig hérna. Það er bara einhver trúbandur og ölver hérna eitthvað. Lokkaði heim með tveim manneskjum. Sjöfull heitt í þessu potti, maður. Hei, við hérna hækka í hýtana á hann. Nei, ég er ekki að hækka neil, maður. Ég er með blöndurinn inn á fótunum, maður. Ég get ekki staðið upp eins og heitt í þessu potti, maður. Nei, slakaðu bara á. Ég sé ekki það svo mikið einhver blaðlöku og eitthvað á þessu potti. Sjöfull, já, ég trúi ekki þess að ég lenda aftur í þessu, maður. Klippum yfir í hálftíma seinna. Jæja. Mér fyrir að gruna eitthvað. Klippum yfir í klukkutíma seinna. Það var sniðugt hvernig þið lokkuðu mann af ömmu. Þetta kom ofan mér. Skólaðu rúna. Skólaðu rúna. Ekki skipt sæti með þeirra hraðið. Hugna af ég vits mig. Ok, færum aftur. Þetta er búið að vera löng nótt, get ég sagt þér. Skrúa niður rúna. Hvað varst búin að? Ég var ekki, hæ. Sorry, ég er svo illa sofin, maður. Nei, er þetta Vigdís í flott? Ég er mikið aðdáandi. Æðislega. Já, ég elska þegar þið lyfta svona konum upp og þið séu svona flottar. Takk fyrir það, já, bara þess að skapa. Já, bara stúdíónu og já, bara búa til fyrir stelpurnar. Ok. Búa til tónlist. Ég ætla ekki að trufla þetta flæði sem þú ert í. Þetta er eitthvað, það er einhverju rosalegi töfrar í gangi núna. Ég er bara beðist afsökunar. Takk fyrir það. Það er einhver læti í skottinu. Þetta er nýja læti sem ég var búa til. Já, þetta er svona, þoglumalt eins og hún Bríet syngur. Hvað er það? Hún er að featura á lagið. Ok. Ok, bless. Ég bara fara að skapa. Það stoppaði. Halló. Það skrúfaði henni. Sæ. Nei. Hérna Vigdís í kapsmáli. Þetta er gott að sjá þig. Hvað þú gerir hér svona seint í nótt? Segir ég bara eitthvað sem var að fara við Það er málfræði. fullkomlega málfræðilega rétt hjá þér. Það gaman. Segðu mér þetta aftur í viðtengingarhátíð þáttíðar. Og svo gáfuð sko, mér finnst það svo geggjað. Og sért það líka sko, þetta er búið að vera erfið nótt, það er búið að vera mikið að gera hjá okkur strákunum og stelpunum í löggunni. Við erum öllum kynum, ég er ekki kona. Já. Hvað segirðu? Og hvað segir hann Bragi? Er hann alltaf hress? Það er bara Rosalega hress. Hleyptu mér út! Er Bragi að einhvers stað með þér? Ég er bara skuttla honum heim. Þú bara skuttla honum heim. Hún ætlar að éta mig! Jæja, hvað segirðu? Erum við fleiri? Ertu með einhverja fleiri? Óvænta, það er svo helviti gaman að sjá þig. Ég horfa alla þættina alltaf, ég og maðurinn minn, því ég er kona í löggunni, manstu? Jæja, hvað segirðu Vigdís? Ég er bara ótrúlega hress. Ok, bless. Bless, gaman að sjá þig. Bless Bragi minn, bless Bragi minn. Bragi, þegið! Vigdís! Þegið, Bragi! Vigdís, þú étur mig ekki! Jú, ég ætla að éta þig. Ég ætla að fara á Þú ert að éta alla hinna í pródúksjóninni! Já. Hinn sem var á undan þér, hvað heitir hún aftur? Björgi Átana. Björg Magnúsdóttir, þú er búin að borða hana? Já, ég er búin að borða hana. Afsakið, mér langaði bara að segja þér, ef þú stoppar ekki bílinn núna, þá getur þú mögulega fengið 4 punkta sem verður
Króli mun koma aftur upp á svið eftir hlé, en við ætlum að taka annað form hérna, ég og Máni. Við erum í hópi og við ætlum að gera utan spuna fyrir ykkur, nema og smá þekking í þessu spuna, ekki satt? Jú. Við erum svona, höfum áhuga á sögu, en við vitum ekkert rosalega mikið sögu. Við erum ekki mikið að lesa eða kynna okkur hana, en hún áhugaverð, þú veist, það sem við heyrum. Og það er svona alltaf gaman þegar, þú veist, eru atriði kannski sem gerast einhvern veginn í sögunni, þú veist. Og það er svona hugsunin okkar að við ætlum að sýna það sem við höldum að hafi gerst á þessu sagnfræðilegu tímabilum. Þannig að þið gefið okkur bara eitthvað tímabil í mannkynssögunni eða einhvern atburð í mannkynssögunni. Sögulegan atburð eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað sem gerist í alveg. Þið þurfum ekki að vita neitt það, við ætlum bara að fá... Jörundur 100 daga konungur, takk kærlega fyrir. Mjög gott. Þetta kom undirbúinn, hann er flöppur, já. Maður sögunar, kannilega þarna. Þessi veit eitthvað sögu. Sko, Jörundur 100 daga konungur, eins og ég best veit, var danskur maður sem kemur til Íslands á 100 dögum. Já. Þú veist, og það er svona heitir... Hétu þið fyrir 100 daga? Já, ég held að þeir hafi heitið 100 dagar og þess vegna var hann kallaður 100 daga konungur. Já, ok. Og hann einhvern veginn svona, hann plottar og planar til að vera konungur yfir Íslandi í bara einhverja 2 vikur eða ekki? Jú, og texta. Og texta, já. Hann verður konungur, en allir er ekkert bara svona, já, ok. Hann var ekkert eitthvað, hálsöku þennan, eða eitthvað svona, hann var ekki að fylgja í rauninni. Nei, hann var ekki með her. Og síðan enda en það var annar konungur, hann er í rauninni fremur Valdarán, eða eitthvað svona, það var einhvern svona danskur konungur. Eða norskur. Já. Kannski ekki Haraldur Hárfagri eða eitthvað svona þannig. Nei, það var tölvöld sinna. Bara einhver Dani. Já. En ég held að hann endaði í Ástralíu sem fangi eða ekki. Eða var það bara fangi í Danmörku? Nei, hann var örugglega ástralskur. Nei, enda svona fanga nýlenda. Já, þeir eru settir okkur náttúrulega fangar. Já, ég er kannski að rugla saman, skilu. Þið sjáðu hversu takmarkaða þekkingu við höfum af sögu með þessum litla fyrirliti þeirra. Þannig að þetta er það sem við vitum Jörund. Já. Það ekki? Jú, hann kom, þú veist, hann gerði bara innrás, eða getur þú hjálp? Hann kom bara á skipi og var bara, nú er ég konungur. Hann veit ekki neina. Hann myndi fræðast. Svo veit náttúrulega enginn alveg hvað gerðist. Nei, nákvæmlega. Það er gott að muna það í sögunni. Það veit ekki nákvæmlega hvað gerðist, ok? Fólk skrifaði bara í bók og fólk tekið svona sem staðinni. En í rauninni. Þetta er það sem við höldum að hafi gerst. Kæri konungur Jesper Karl af Danmörku. Þér bregður mögulega í brún við að lesa þetta bréf, en eins og stendur er ég á leið til Íslands, þar sem ég hyggst taka völdin af þér, Jesper Karl. Vona að þú hafið það gott. Þinn Jörundur, konungur. Herra? Sendu þetta með dúfunni. Það verður komnir í bátinn, skilur við. Þess að sagði alltaf við, Jörundur, skrifaðu bréfið áður við förum. Það er núna, tekur svo langa tíma til að bréfið til að koma, skilur við. Já. Og dúfurnar okkar, ég ætla að segja, það eru mjög lélega, skilur við. Dúfurnar, já. Já, akkurat, já. Við gerum þetta og við tökum yfir þetta litla land hérna. Kannski þeir eru komnir til Íslands. Já. Þá bara rátum við það með næsta skipi. Já. Tilbaka. Ok, en ég sendi þetta bara lögvís. Já. Ok. Fullkomn plan. Já. Og þú varst harðorður, heiði. Já, ég stuð. Danski konungurinn, hann hræði mig ekki. Nei. Ég er sko ekkert hræddur. Þetta er stórt bréf. Það rúlaði svona saman, skilur við, tókur við vennum sem bara lítið bréf. Já, nú rúlaði bara saman sem einhverju skinni. Stúfan er ekkert að mikið að halda á einhverju þungum bréfum. En nú er kóngurinn. Heldur að ég sé hálfviti? Nei.
Alls ekki konungur, verðandi konungur. Ég konungur? Já, verðandi, já. Þú hefði getað sagt þetta áður en ég fór að skrifa á skinnið. Já. Hefði þið hafa þetta almennilega? Ég sagði áður en skrifa á skinnið, sendum bréfið áður en við förum. En ég var pínu hrættur við það. Já. Af því að mér fannst vandræðilegt, þá myndi hann kannski... Strax ná. Já, einmitt. Til konungur. Ég hvísla dúinu hvert koma. Hún venur staðilega bara, hún veitum nokkra til konungs. Hún syndir mér þetta, hún syndir helviti góður að synda þessa dúðu. Þetta er sundfugl. Hún er fýtt. Já. Við verðum að treysta að þetta berist. Og konungur veit ekki hvað hann á sig stóðu veðið. Já, Einmitt, það. Ísland verður mitt. Hver einasti bóndi og hinir sem eru líka bændur líta upp til mín. Já. Ég er undir og Finnur félaginn. Finnur félagi, en fyrst og fremst Jörundur. Einmitt. Hinn mikli konungur. Fasta, hraðar, Finnur. Herri, ég var að skoða dagatalið. Já. Kemur í ljós að við lendum í Íslandi á 100 dögum. Segðu mér, Jörundur, hvað eru hundana? Hundadagar er einhvers konar íslensk tradisjón. Það sem að hundarnir eru svona hafa hunda, þetta er svona eins og bóndadagur nema þetta er... Það er ekki að hundum blóm og svona. Já, þannig er tíkinn... Margir dagar. Það er ekki einn dagur, það er margir hundadagar. Já. Það er hundavika. Allir hundar í fríi. Þeir eru fyndur þessir Íslandingar að halda upp á marga daga fyrir hundinn. Einn dagur fyrir bóndann. Já. Og þeir eru allir bændur. Algjörlega. Margir dagar fyrir hundinn. Land! Haltu þér! Nú! Við erum komnir! Helviti, það er bara að beint hérna fyrir ránum. Ok. Þú varst ekki að hægja nógu mikið á. Nei, ég er að bremsa. Þú tapa mér þessari frásögnum hundana. Stökkt í land. Bíddu. Ég læt skikkju mína á fjöruna svo þú verður ekki blautur í fæðinu. Enda konungur þessa land. Hoppaði í land. Finnur, hér er engir. Þú þetta á skittunni. Þú var ná helviti langt ferðalag, veist þú, svo nálar landið þeirra í hendinni. Satt. Lítur vel út. Já. Við vorum að stoppa þessum bóndabæði þarna. Hann er helviti nátt. Þá tilkynna að konungur er kominn. Gerum það. Ok. Þú arkar þangað og tilkynnir það. Ok. Já, ég var undan þér. Já, ok. Já, ég er ekkert hræddur samt við að hitta þegnana. Nei. Þú lætur að vita að það sé komið konungur. Ok, ég geri það. Og fer inn bæjargerðið og hérna hurðin. Bank. Já, góð daginn. Sæll! Hvað heitir þú? Ég heiti Sigurður. Sigurður, sæll og blessaður. Hæ, ég heiti Finnur. Ég er sendibóði konungs. Já, Karls Jesper. Nei. Það er framfallandi konung. Það er nýr konung. Sérðu manninn hann sem er að veifa? Hvað er það í fjörunni? Díkulítill. Hann að veifa hann. Já, hann er ákaflega lítill. Ákaflega, eða þannig að hann er langt í burtu, já. Hann er í vennileg starra. Hann er núna konungur þinn. Ok, flott. Æðislegt, einhver spurningar? Nei. Ok. Hvar er hundur í þar? Hundurinn er í bælinu með konu minni. Já. Það er nýjar upplýsingar hundadaga. Hundarnir sofa hjá konum. Nei, það getur ekki verið. Ok, það var einn allar einn hundur sem er í bæl, ég veit ekki hvort það var íslenskur húmor eða eitthvað fyrir. Já. En hann var bara frekar sáttur með þetta. Það er frábært. Ok, flott. Hörru, þá förum við til Reykjavíkur. Ok. Þá labbandi það. Já. Ok. Þú berð
Já, Klippum yfir í að við erum komin í Reykjavík. Einmitt. Jæja, stiftan maður. Já. Nú banka ég á dyrnar og hann komi. Og þetta er á ráðhúsinu. Hús stiftarmanns. Já, ég þarf að kalla mig stiftarmann. Já. Nákvæmlega, hús stiftarmann. Já, ok, það meikar sens, já. Það er ekkert að koma stiftarmann. Ég ætla að fara eins í burtu. Ég vil gleyma þér. Komdu snút, stiftan maður. Hver býr á hurðina mína? Ég er upp á svölum. Komdu niður, stiftan maður. Ekki trufla hund minn og konu. Sem eru saman í bælinu akkurat núna. Hvað eru þau að gera? Þau eru að gera sem að gera á hundadögum. Ég kem niður. Endilega. Góðan dag. Þér eru tekinn fastur. Hæ? Finnur! Grifinn glöðuvolgur! Hæ? Klang! Stiftar, hæ, menn, af hverju er ég tekinn fastur? Finnur, svara honum. Ég skal sko svara þér. Sem líka stiftarmaður, þá þú tekinn fastur út af að það komið nýr konungur á Ísland. Hann heitir Jörundur. Já. Sammálaður. Hvað finnst þér það, stiftan? Hann sagði, ég er ekkert mál með, nei. Já. Ég kaupi það ekki. Ég handjárnaði að framan. Hei, konungur. Hvað þú kaupir það ekki? Hvað þú kaupir ekki að ég hef þessi konungur við? Þú ert hér komin á hundadögum og þú mynd aldrei annað verða en hundadagakonungur. Ég hundadagakonungur og hvar enda ég? Í Ástralíu? Það er akkurat þangað sem við sendum fanga. Með dúfu. Hann má líka læra hluti með spuna, við sjáum þetta, við erum öll aðeins svona klárari eða heimskari eftir þetta. En við ætlum að koma með stutt hlið, fá okkur endilega drykki og síðan komum við aftur eftir 10 mínútur eða svo. Takk fyrir okkur, fyrir þér. Góðir gestir, bjóðum velkomin á svið spunaleikara Improv Ísland. Hjartanlega velkomin eftir hlé. Núna munum við vera með eitt svona langt form sem er söngleikur. Ég sé það er svona lausæti hér. Viljið ekki þjappa? Nei. Bless. Ég er bara með svona hugmyndir hvernig við getum kert þetta betur, skiljiði. Þannig að það er sko alveg 4 sæti þetta besta bekk. Það er Adolf B. Ha? Adolf B? Það er alltaf þétt, en ok, nenni þá að hafa eitt sæti alltaf á milli ykkar núna. Svo fólk hafi smá pláss til að anda. Ok, þannig við ætlum að gera söngleik og söngleikur er hérna, ég ætla ekki að útskýra. En þetta er sem sé hérna, við bara munum spinna hann á staðnum og við veitum ekki hvað er að gerast á suminu hérna, kunni ekki einu svona að syngja mjög vel. En hérna, og hér erum við með píanóleikara! Sjáu hann! Hann er ótrúlegur! Hann var að koma úr fangelsi! Hann er svo hæfilegur ykkur, það er ótrúlegt! Hann getur sleikt á sér olnbogann og hérna uppáhaldsmaturinn hans er hérna rækjubátur með aukarækjum og hann er bara ofboðslega mörgum hæfileikum getur. Hann á eitt stærsta pennasafn á Norðurlöndunum sem hann hefur safnað bara yfirleitt þegar hann á svona bílasölum og hérna geymir þetta í svona plastvössum heima hjá sér og þetta... Ok, stopp nú. Og já, það eina sem við þurfum frá ykkur er nafn á söngleik sem er ekki til og við höfum fengið svona alls konar, bara gefa ykkur svona dæmi, svo þið séu svona inspireruð, skiljið þið, af því að svo við fáum ekki bara nafn á söngleik sem er bara epli, þið veitir. Við höfum fengið til dæmis hérna Hans og Greta
Túnberg, Emil í Breiðholti, fiðlarinn á bakinu og það er svona alls konar orðagrín, þetta má vera futtið svona setningar eða meira en bara epli og nú er klárlega ykkur að fara að öskra epli og þannig að við þurfum bara 3 tillögur og svo munum við kjósa bestu tillögur. Þannig að ef einhvern dettur í hug nafn á söngleik sem ekki til og þá fær hann sérstakt tækifæri til að sjá hann samin og flutt hann hér on the spot. Ok. Love you at the opera. What? No, love you on the opera. 1 year at the opera. 1 year in the opera. Hvað er það? Ronja Hjálparsdóttir. Lawyer in the opera. Ótrúlega tækifæri til að sjá söngleik spunnin á ensku. Veitum við? Ég ekki með þetta. Lawyer in the opera. Litla kynlífstækjabúðin. Litla kynlífstækjabúðin og Laugavegur. Ok. I love it. Sem var Ronja Hjálparsdóttir. Já, Ronja Hjálparsdóttir. Ok, þetta allt alveg frábært. Nei, ég hætti nú! Þið þurfum að sitja hér í stólanum með einhvern sinni. Ok, nú ætlum við að kjósa þetta og við kjósum með háværum látum. Hver vill sjá Lawyer in the Opera? Já! Hérna nokkrir. Hver vill sjá litla kynlífstækjabúðin? Hver vill sjá Ronja Hjálparstarfsmannadóttir? Og svo var eitt viðbót. Já, Laugavegur. Ok, það ætla að kjósum á milli kynlífstækjabúðin og Laugavegur. Ok, þeir sem vilja fá litla kynlífstækjabúðin, má ég heyra í ykkur? Very nice. En Laugavegur. Það var litla kynlífstækjabúðin og það er mjög gaman að segja frá því að við erum einmitt með eitt mesta pervert Íslands. Hann Króli ætlar að taka þátt í sýningunni með okkur. Hvar er hann? Hann er hér! Króli er hæfileikabúnt. Og hann kann svo sannarlega syngja og þið munum sko sjá það. Sjáumst eftir smástund. Bye! Best að geyma tækin bara einhvers staðar í hillu svo þau sjáist vel. Jú. Það er ekki mjög sniðugt. Mér okkar ekki að segja, ég er bara mjög ánægður að fá að vinna með svona góðu fólki í svona flottri kynlífstækjabúð. Ég er sammála og bara þó hann heitir litla kynlífstækjabúðin þá erum við samt með stóra drauma. Stóra hugmyndir og stóra skaufa. Litla kynlífstækjabúðin, litla kynlífstækjabúðin, litla kynlífstækjabúðin á Laugavegi. Litla kynlífstækjabúðin, litla kynlífstækjabúðin, litla kynlífstækjabúðin á Laugavegi. Gula og bláa, hvíta eða rauða, við bjóðum upp á allar tegundir þessara skauða. Sjáið hér, þetta er ný og algjör gæðavara. Ég kynni á svið, flottasta á markaðnum titrara. Litla kynlífstækjabúðin, litla kynlífstækjabúðin, litla kynlífstækjabúðin á Laugavegi. Komið öll til okkar, þið þurfið ekki að bíða.
allir kaupum okkur, allir hættir að ríða. Ef ykkur vantar eitthvað nýtt, þá höfum við það samt alls ekki frí. Sjáðu þetta hér, múfa sem að virkar vel. Kynlífstækjabúðin, þetta kynlífstækjabúðin, þetta kynlífstækjabúðin, Laugaveginn. Það ekkert gott ef allir eru alltaf að fá það. Ef að ég væri ein þá myndi ég öllu þessu ráða. Mig langar ekki að hafa svona sorabúð og hún í litlu timburhúsi undir lágri súð. Þetta kynlífstækjabúðin, þetta kynlífstækjabúðin, þetta kynlífstækjabúðin, Laugaveginn. Æ, ég langaði bara að sækja starfi hérna, Eva. Já. Mér alltaf langað til að vinna þetta, síðan ég var bara lítill krakki. Og þú með nafnsjátt, eða? Já, Stendur allt sem þú þarft að vita um mig. Já. Pétur Gunnarsson. Proppi. Já, 25 ára, eðlilegur aldur. Og já, þú býrð í, út með gráðu frá Amsterdam. Bý ekki neins staðar. Já. Ég heimilistur. Já, veistu, bara til að segja alveg svo þá erum við nú ekki mikið að, með svona heimilislaust starfsfólk hérna. En við getum alveg skoða þetta. Segðu mér, þið langaði að vinna þetta sem varst lítill, segir þú? Já. Já, minni. Ég er bara 1,65. Já, síðan varst Já, veistu, það er eitthvað við það að vinna í kynlífstækjabúð þar sem að við ráðum eiginlega ekki lágvaxið fólk. Einhvern veginn vill fólk láta selja sér öll þessi tæki, dildóa, tandjól, sótæki, ég veit ekki hvað ég kalla þetta. Og þau vilja að hávaxið fólk selja hérna. En fólk er hávaxið í hjartan. Selt öll þau tæki sem þú ert með. Allt þetta sóltæki titrar af egg og fiðrildi. Eina sem ég vil er bara að þú skildir mig. Því ég er kannski smár. Rétt er það. Á tánum hef mjög mörg hár. Tók eftir því líka. Eitt sem að ég vil er að þú skiljir mig. Því mig langar að selja dót. Þetta verður basl. Þetta verður erfitt fyrir þig að ætla að brjótast inn í kynlífstækjabransann minn. Fólk vill ekki láta svona lágvaxið fólk selja sér tæki. Þú þarft að vinna extra hart, láta þess fram og selja þeim virkilega sína þumma. En ég er hávaxinn í hjartanu. Pabbi sagði mér þegar ég var smávaxinn, smærri núna. Og þá, ef þú trúir á þann mátt, mundu sjá, ég get tækin þín selt. Gleymdu þessu. Þú munt aldrei meika það í kynlífstækjabransanum. Þú ert bara of lágvaxinn. Burtu!
bransa. Gerður í blöss, please, nei, Ég kom ekki sterk segja inn, þetta. jú, veistu, ég kom sterk inn. Ég var með geggja tækni í þessu, skilurðu, en svo bara, það bara mikið samkeppni. Við þurfum bara einhverja nýja vöru sem bara, þú veist, annars er þetta bara búið. Gerður, ekki segja þetta, ekki segja þetta við sjálfa þig. Bara... Ertu að hlusta sjálfa þig? Gerður, þú drottningin. Ég veit að ég er... Þú átt hennan business, þú skapaði hennan business. Talaði einhver kynlífstæki á öllu landinu áður en þú opnaði blöss. Nei, ég normaliseraði kynlífstæki og gerði þau smart. Það varst þú. Já. Og ég studdi þig. Ég gerði það fyrir sem ekki skamma sig fyrir að kaupa sér. Rétt. En nú er bara svo mikil samkeppni, ég veit ekki hvað ég gera. Við þurfum bara einhverja nýja vöru. Einhverja nýja vöru. Gerður, passaðu með blóðþrýsting. Já, takk. Ég er að mæla. Mældu. Já. 175 yfir 86. Ég held það sé mikið. Ég veit ekki hvort það sé mikið. Nei, ég veit ekki alveg heldur, ég held það sé mikið. Höldum áfram. Myndi það róa þig niður og þú myndir flengja mig aðeins með? Axel, ég er ekki með flengið. Gerður, þú er kona mín, það er ekki skrítið. Það er ekki skrítið, þú mátt Góðan daginn. Ég er gamall unaðssölumaður og ég er búinn að geyma þetta litla tæki hér alla mína ævi. Það er Nei, það er ekki, ég ætlaði ekki að segja það. Það gæti verið lifandi, en Gerður, ég vil að þú... Passið þetta tæki og komið því í réttar hendur. Mundu orðið mín, komdu því í réttar hendur, Gerður í blöss. Fína tækið mitt, sem er kannski lifandi. Hei, veitu, það er ekki takkar á þessu tæki. Nei, ég er planta. Ég er gröðplanta. Á ég verð að fá svolítið tippi. Já. Það er nú bara þannig. Ég get ekki það í gegn. Svona var ég nú bara sköpuð. Já, þetta er ekki þið planta. Ég var að spá. Kann þú að totta? Ég kann það. Kann þú að sleikja? Ég kann það svo vel. Kann þú að veita öllum una sem þurfa það? Það kann ég. Kann þú að kyssa? Kann þú að elska? Ó já. Kann þú að veita öllum una sem þurfa það? Ég er ógeðslega gröðplanta. Ég hef eins og svona 7. skilningaviti. Ég get lokað augunum og fundið gefblettinn strax. Axel, Já. við megum aldrei þessari plötu farga. Nei. Því ég veit að þessi planta hér, hún mun businessinum okkar bjarga. Ég mun gera Ég það. hef aldrei séð svona plöntu, alveg jafn flotta. Nú fáum við fólk og við látum hana totta. Aðeins ein spurning hér. Ég kem henni varla til orða en ég verð að spyrja planta. Er eitthvað sérstakt sem að þú þarft að borða? Já, það er bara sæði. Ó, kann þú að veita una þeim sem þurfa? Kann þú að veita þeim una sem þurfa? Ég ætla að fá að sækja vinnu hérna. Já, þú ert ráðinn. Í alvöru? Já. Mér er búin að langa að vinna þetta síðan ég var bara... Síðan varst bara... Minni. Já, minni. Er það vegna þess að
að ég, Gerður í Blöss, normaliseraði kynlífstæki og gerði þau smart og aðgengileg. Já. Æðislegt. Það einmitt af því að þú Gerður í Blöss gerðir kynlífstæki aðgengileg og smart. Já, sko, ég meina, já, ég bara, þú máttu endilega fá vinnu hér. Er eitthvað sérstakt sem þú væri til að ég myndi gera eða sjá eða er eitthvað sérstakt verkefni fyrir henni? Kallið minn. Gerður, ég get ekki meir. Ég get ekki meir, Gerður. Ég er búinn á því. Ég get ekki eins og sest niður, Gerður. Gerður, allir menn í Reykjavík eru búnir á því. Eru komið bólkur á staði sem ekki vera bólnir. Hættur. Ég er maður í Reykjavík og ég er ekki búinn á því. Færið mér hann. Gerður, hugsaðu tvisvar. Rattan er búinn að stækka marga metra og hún sígur bara svo fast. En hvernig er businessin? Businessin hefur aldrei verið betri, Gerður. Nákvæmlega. Fyrir ekki saman planta? Já. Við þessari kynlífsverslun, við erum með ákveðna plöntu sem að veitir ákveðin unað sem fólk getur keypt sér. Og það hefur lokkað ýmsa. Ég er að setja kalt. Já, kældu þig. Og það er ekkert grín. Það er ekkert grín að vera í kynlífstækjabransanum. Nei. Þannig að við þurfum bara að halda þessari plöntu gangandi til að... Ég er fyrst! Ég er alltaf að skrælna hérna. Segðu ekki meir. Ég skal sjá þetta. Takk, fyrirgeðu ungi maður, hvað heitirðu? Pétur. Já, ok, ég hætti heiti Baldur, en alltaf. Bróðir minn. Já. Þið eru aldrei í Laugardalnum og já, ég er líka saman. Pétur, ef þú ætlar að hitta plöntuna, þá skal ég segja þér hvernig best að sjá hana. Pétur, ég verð að segja þér ef að þú ætlar að vinna hér. Þetta er maður minn. Þá er eitt sem ég þarf að spyrja þig. Kann þú að láta sjúga þig? Smúchi, smúchi, smúch. Kann þú að láta sjúga þig? Og dúbdi-dúbdi-dú. Þú þarft að hitta plöntuna og taka hennar kinnar og síðan þarftu að taka hausinn og húps, eru einhverjir litlir hérna inni. Og ef þú vill láta sjúga þig, þá þarftu að vera stífur. Og ef þú vill láta sjúga þig, þá þarftu að vera með hlífar. Ef þú vill láta sjúga þig, þá þarftu að vera með orku. Og ef þú vill láta sjúga þig, í alvörunni ég er svolítið stressaður maður sé ykkur litli krakkar í salnum. Ég þarf samt að segja eitt sem að gæti þvæl smá fyrir. Ég hef aldrei kysst neitt, hvað þá verið sogið, verður það fyrir? Ef þú vill láta sjúga þig, þá þarftu ekki að kunna neitt. Láttu bara móður náttúru taka yfir og njóttu út í einn. Sjúga þig, þarft að hafi í nefi bein. Já! Og á öllum tímapunktum þá hefur rétt á að segja nei. Já, ef þú vill láta sjúga þig, ef þú ert til í þetta tösk, þá ertu velkomin hingað út sem nefnum hvenær sem er hverjum tímapunkti, við erum ekki að halda neinum hér í. Þögn er ekki sammála samþykki, þögn er ekki sammála samþykki, nei, þögn er ekki sammála samþykki og enginn gleyma því. Og þögn er ekki sammála samþykki, nei, þögn er ekki sammála samþykki og þögn er ekki sammála samþykki og enginn gleymir því.
Ég álfurinn sem býr. Við erum reynda fleiri álfarnir sem búa hér. Tæknilega séð eru 2 í viðbót. Álfar! Já! Einn í viðbót. Já, Pétur. Við erum bara búin að vinna hérna og fylgjast með þessari fáránlegu plöntu hérna. Það er helvits álag af þeim sem þurfa hérna. Sjáum hana. Já. Já, ég er svona að fara að kynnast henni, hún er ennþá sofandi bara. Já. Ég er spenntur. Já, það er gott. Ætlið þið að... Við erum bara hérna að halda í félagskap. Já, þið ætlið að horfa á? Ég er meira bara svona andlegu stuðning. Stýra með þig. Af því sem eru svolítið feimnir fyrst. Það er ekki ráð fyrir þess að. Já. Ég bara... Jæja, Planta, farðu nú að vatna. En bara, mér langar að segja. Já, góðan dag, álfarnir mínir. Hei, Planta. Já. Hvað segir í dag? Svafstu vel í nótt? Svafstu vel í nótt? Svafstu vel í nótt, Planta mín? Svafstu vel í nótt? Svafstu vel í nótt? Svafstu vel í nótt, Planta mín? Við erum litlu álfar sem hugsa plöntu. Við viljum að þér líði vel. Við viljum sjá þig. Pétur. Þá erum við bara 2 hér. Jæja, Pétur. Ég er búin að stækka svo mikið. Ég er komið fleiri hausa. Þegar ég hef fengið næðu mína, þá mun ég hafa fæðst nógu margir hausar á mig til þess að hver einasta kall og kona í Reykjavík ætti að vera með sinni eilitlu unaðsplöntu í gangi. Hvert er endamarkmiðið? Af hverju viltu stækka svona mikið? Af því að ég ætla að enda því að kyngja Íslandi! Já! Þú getur það ekki! Það er algjörlega óseðjandi! Reyndu Planta! Ég ólst þetta upp! Þetta er heimili mitt! Já! Gatan heimili mitt! Já! Og ég leyfi því ekki að gerast! Þú ert eina sem stendur á milli mín. Þú ert seinasti. Hún þarf bara að ná að tota þig einu sinni. Ég var einu sinni maðurinn hennar Gerðar í blöðs. Núna er ég partur af blöndunni. En það er ekkert! Það getur síðan neitt! Nema það sem enginn Íslendingur hefur sem er tætt og hávaxið hjarta! Ég er með tætt og hávaxið hjarta! Nú þarf ég bara að muna hvernig þulan er aftur. Hvernig hjarta... Ef þú getur nafnið mitt, Ding Ding og Lóló! Þetta er orðið svolítið
flókið. Tóttumenn bara! Tóttumenn! Nú hefst slagurinn! Nei! Segðu já! Nei! Ég fyrir að sortu! Ég fann það! Tæra hjarta, hávaxna tæra hjarta, minni ég. Sem að mamma talaði alltaf Ís bara smá. Og ég tóttaði bara smá. Hvernig góður? Ég mundi núna hvað skiptir máli í þessu öllu saman. Samband mitt við Guð og Jesú. Ég skal segja ykkur. Guð vill ekki að þú verðir tottaður. Pétur, þú hefur staðið þig vel. Þetta er Guð, þetta er Guð. Guð! Þú hefur hvað staðið þig vel í að losa Reykvíkinga undan plöntunar. Og sammála ég því. Jesú Kristur! Æ, pabbi! Hvað er þú að gera í kynlífstækjabúð? Veit ekki? Ekki, ég var bara átti leið hjá! Það er nú gott að... Nei, að kaupa kynlífstæki er ekki til að skamma sig fyrir og feiki góð úrval. Ekki samkvæmt Guði. Vá, ég bara... Ok, þegar þú segir það svona, þá kannski ætti ég bara að loka búðinni og gangi í klaustur. Ég held það og losaði við lagerinn. Hvað er þau sem að henda hann annars? Bara að pæla. Sett hann einhver stöð þar sem auðvelt er að finna. Til að fara konum, pabbi. Til að fara konum. Ég ætla að fara eftir til himna. Ég líka. Gerður. Já. Hvað heyrði ég rétt á að þú ætlir að henda öllum kynlífstækjum? Já. Og losaði við þau öll. Ég ætla að losa mig við þau öll. Ég held að sé rétt ákvörðun. Já. Þakka þér fyrir, Pétur. Kallaðu mig Lykla Pétur. Jæja, ef við losum okkur við... Við opnum aðra búð. Við opnum litla kirkjubúð. Það sem við seljum bara litlar biblíur. Já. Ok. Litla biblíubúðin, litla biblíubúðin, litla biblíubúðin. Á la la la. Já. Þegar ég labba niður Laugaveginn þá var ég alltaf að ærast úr suði. Þessi titrar voru óþolandi en nú heyri ég bara í Guði. Áður fílaði ég að fá cash og fá kost. En ekki lengur núna geng ég með þennan glæsilega kross. Litla biblíubúðin, litla biblíubúðin, litla biblíubúðin á Laugaveginn. Já, ég bar út boðskapinn og ferðaðist lönd. Þú getur rétt ímyndað þér hvað Guði finnst. Fyrst að hann hatar kynlíf, hvað með samkynja sambönd? Nú meiri hoppa dagurinn, finnum við nú aftur hvar er lagerinn. Ekki það ég sé að spá neitt í það. Hey, pabbi blessaður, ég er farinn í bað. Litla